Sparisjóðurinn í Keflavík lánaði tæplega 80 einkahlutafélögum og einstaklingum á annan tug milljarða króna, nánast í blindni, án haldbærra veða eða trygginga. Upplýsingar vantar mörg lánana í bókum sjóðsins. Sparisjóðurinn í Keflavík lánaði fram til ársins 2008 á annan tug milljarða króna til tæplega 80 einkahlutafélög og einstaklinga, án haldbærra veða eða trygginga. 7,5 milljarð króna vantar upp á svo tryggingar standi undir lánunum. Fyrrverandi bæjarfulltrúi í Reykjanesbæ og félög tengd honum fengu tæplega 600 milljónir króna að láni hjá sjóðunum án tryggra veða. Útlánastefna Sparisjóðsins í Keflavík fær falleinkunn í kolsvartri skýrslu fjármálaeftirlitsins sem unnin var í september árið 2008 mánuði fyrir bankahrun. Hvorki hafi verið til heildstæða reglur útlán í áhættustýringu, einungis sum lán hafi farið fyrir lánanefnd og henni hafi ekki verið kunnugt lán sem þáverandi sparisjóðsstjóri skrifaði upp á. Þá var útlánasafnið metið vafasamt, en við skoðun fjármálaeftirlitsins á því kom í ljós að ýmis lánagögn vantaði, svo sem lánsumsóknir, lánssamninga og lánveitingaskjöl og upplýsingar trygginga fyrir lánunum. Þá gerir fjármálaeftirlitið alvarlegar athugasemdir við að hvorki hafi verið skráðar reglur veðköll, né hafi regluleg álagspróf verið framkvæmd á útlánasafninu og aðeins einn maður hafi séð áhættustýringuna. Fjármálaeftirlitið skoðaði tæplega 80 lánveitingar til einkahlutafélaga og einstaklinga upp á ríflega 11 milljarða króna. Lánin voru oft veitt gegn lélegum veðum og þá í stofnfjárbréfum og í mörgum tilfellum á nokkurra trygginga. Salt Investments EHF félagi í eigu Róberts Wessman fékk til að mynda ríflega 300 milljónir króna að láni í sjóðnum án trygginga. 2 önnur félög í eigu Róberts fengu 180 milljónir króna að láni með hlutabréf í Æsbank að veði á öðrum veðrétti, en hlutabréfin voru verðlaus þegar skýrsla fjármálaeftirlitsins var gerð. Fjölmörg dæmi 20 milljóna króna lán til einstaklinga án haldbærra veða. Þeirra á meðal Steinþór Jónsson, þáverandi bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks í Reykjanesbæ, sem fékk lánaðar 107 milljónir króna á nokkurra trygginga. Samkvæmt skýrslu fjármálaeftirlitsins skuldaði einkahlutafélagið Bergið EHF, sem var í eigu Steinþórs í lok árs 2008, 370 milljónir króna vegna láns frá sjóðnum, með verðlaus hlutabréf í Æsbank að veði. Einkahlutafélagið Base EHF, sem stóð fyrir uppbyggingu á gamla varnarsvæðinu á Miðnesheiði og nú gjaldþrota, fékk 120 milljónir króna að láni frá Sparisjóðnum í Keflavík án nokkurra trygginga, en Steinþór var framkvæmdastjóri félagsins og átti hluti því gegnum félag sitt Hótel Keflavík EHF. Steinþór og félög tengd honum fengu því lánaðar tæplega 600 milljónir króna án tryggra veða. Þá fengu félög tengd Grími Karli Sæmundsen, fyrrverandi stjórnarformanni Æsbank, 730 milljónir króna að láni með nánast verðlausum veðum. Stærsta lánveitingin var til einkahlutafélagsins SM1 EHF upp á 370 milljónir króna með stofnbréf í Æsbank að veði og öðrum veðrétti, en einkahlutafélagið Suðurnesjamenn EHF var þá eigandi félagsins og Grímur framkvæmdastjóri. Að lokum skal nefna að sonur Geirmundar Kristinssonar, þáverandi sparisjóðsstjóra, fékk 58 milljónir króna að láni hjá sjóðnum gegn 17 milljóna króna veði í íbúð í Reykjavík á 5. veðrétti. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur lítil breyting orðið á skuldastöðu fyrrgreindra frá því að skýrsla fjármálaeftirlitsins var gerð og þar til sparisjóðurinn féll í apríl og ný stjórn tók við. Sparisjóður Keflavíkur var komin í þrot ári áður en fjármálaeftirlitið tók hann yfir. Sjóðurinn fékk 14 sinnum frest til að bjarga málunum. Sparisjóður Keflavíkur fékk ítrekað frest til að bæta eiginfjárstöðu sína árið áður en fjármálaeftirlitið tók hann yfir. Lítið sem ekkert mun fást upp í 36 milljarða kröfur. Fjármálaeftirlitið gerði alvarlegar athugasemdir við stöðuna hjá Sparisjóði Keflavíkur í september 2008 eins og við greindum frá í vikunni. 1,5 ári áður en sjóðurinn var tekin yfir. Reglur voru þverbrotnar á öllum stigum og stjórn Sparisjóðsins steinsvaf á verðinum, útlán voru oft með lélegum tryggingum ef nokkrum og áhættan vanmetin eins og rakið hefur verið í fréttum. Vorið 2009 var ljóst að eigið féð var langt undir mörkum og að sjóðurinn gat ekki staðið við skuldbindingar sínar. Þessi dökkamynd var yfirvöldum dags ljós. Fjármálaeftirlitið sendi Sparisjóðnum í Keflavík bréf og krafðist úrbóta og veitti nokkurra vikna frest. Þetta var í maí 2009. Fresturinn var svo framlengdur í júní, júlí, í ágúst, september, október, nóvember og desember. Staðan var lítið breytt áramótin og fresturinn var áfram framlengdur í janúar 2010, febrúar og mars. Það var svo í apríl sem fjármálaeftirlitið loks tók Sparisjóðinn í Keflavík yfir. Þá hafði þessi frestur verið veittur samtals 14 sinnum.
Stofnfjáreigendur hafa tapað öllu sínu. Kröfur í búið nema 36 milljörðum króna og ljóst að lítið sem ekkert fæst upp í þær. Ríkið ætlar hins vegar að bjarga sparisjóðnum í Keflavík og leggja honum til 14 milljarða króna af skattfé. Sparisjóðurinn Byr notaði falskan hagnað af sölu hlutabréfa í Icebank til að réttlæta 14 milljarða króna arðgreiðslu árið 2008. 3 fallnir sparisjóðir töpuðu 8 milljörðum króna á lánveitingum vegna hlutabréfakaupa í Icebank. Byr, sparisjóður Mýrarsýslu og sparisjóðurinn í Keflavík töpuðu ríflega 8 milljörðum króna á lánveitingum til sömu 12 einkahlutafélagana. Lánin voru veitt til að kaupa hlutabréf í Icebank af Byr og Spron, með bréfin sjálf að veði. Skömmu eftir söluna greiddi Byr sparisjóður eigendum sína tæplega 14 milljarða króna í arð sem að meðal annars byggður á fölskum söluhagnaði vegna viðskiptana. Byr sparisjóður, sparisjóður Mýrarsýslu og sparisjóðurinn í Keflavík fjármögnuðu að mestu kaup 12 einkahlutafélaga á hlutabréfum Byrs og Spron í Icebank haustið 2007. Einkahlutafélögin voru meðal annars í eigu eða hlutu stjórn Agnars Hanssonar, Róberts Westman, Steinþórs Jónssonar og Gríms Karls Simonsen. Skömmu eftir kaupin tók Agnar við sem forstjóri Icebank og Grímur Karl og Steinþór tóku sæti í stjórn. Lánin voru veitt gegn veðum í hlutabréfunum sjálfum en stjórnarformaður Icebank á þessum tíma var Geirmundur Kristinsson sem þá var jafnframt sparisjóðsstjóri í sparisjóðnum í Keflavík. Þá var Ragnar Seta Guðjónsson sparisjóðsstjóri hjá Byr jafnframt í stjórn Icebank. Samkvæmt gögnum sem fréttastofa hefur undir höndum nam tap Byrs vegna þessara lánveitinga 5 milljörðum króna en sparisjóður Mýrarsýslu og sparisjóðurinn í Keflavík töpuðu 1,5 milljarði hvor en allir þessi sparisjóðir eru nú gjaldþrota. Byr sparisjóður bókfærði ríflega 4 milljarða króna söluhagnaði bækur sínar vegna viðskiptana, þráttur að hafa lánað fyrir kaupum á hlutabréfum af sjálfum sér. Samkvæmt ársreikningi 2007 nam heildarhagnaður Byrs 8 milljörðum króna eftir skatta. Hagnaðurinn var svo notaður til að réttlæta útgreiðslu á 14 milljörðum króna í arð á vordögum 2008. Skömmu áður hafði farið fram 24 milljarða króna stofnfjáraukning Byrs sem Glitnir fjármagnaði að stórum hluta en stærstu eigendur Glitnis og Byrs voru þeir sömu. Viðbúið að íslenska ríkið muni þurfa að leggja sparisjóðnum í Keflavík til 14 milljarða króna til endurreisnar sjóðsins og Byr 5 milljarða króna í formi víkjandi láns. Starfslokasamningur sparisjóðsstjórans í Keflavík sem hann skrifaði sjálfur gerði ráð fyrir að 60 milljóna króna skuld sonar hans yrði færð í einkahlutafélag. Samningurinn var samþykktur en síðar breytt. Og þá að öðru, upphaflegur starfslokasamningur sparisjóðsstjórans hjá sparisjóðnum í Keflavík gerði ráð fyrir að 60 milljóna króna skuld sonar hans við sjóðinn yrði færð yfir í einkahlutafélag. Stjórnarformaður sjóðsins skrifaði upp á samninginn athugasemdalaust en þegar fréttist af innihaldinu var ákveðið að breyta honum. Geirmundur Kristinsson, þáverandi sparisjóðsstjóri, skrifaði sjálfur sinn eigin starfslokasamning við sparisjóðinn í Keflavík árið 2009. Samningurinn gerði ráð fyrir að Geirmundur léti af störfum 1. júní það ár en hann myndi starfa áfram við hlið nýs sparisjóðsstjóra til áramóta á fullum launum auk þess að sitja áfram í stjórnum fyrir hönd sjóðsins. Það átti Geirmundur að fá greitt 6 mánaða laun í eingreiðslu þegar hann léti af störfum en laun hans voru 1,5 milljón króna á mánuði. Auk alls þessa gerði upprunalegu starfslokasamningur Geirmundar ráð fyrir að sjóðurinn greiddi ferðakostnað hans vegna afmælis hans upp á 300.000 krónur og jafnframt að tæplega 60 milljóna króna skuld sonar hans Sverris Geirmundssonar yrði endurreiknuð og flutt yfir í einkahlutafélagi eigu sonarins. Kristján Gunnarsson, verkalýðsforingi á Suðurnesjum og stjórnarformaður sparisjóðsins skrifaði upp á samninginn athugasemdalaust. Þegar fréttist af innihaldi starfslokasamnings Geirmundar hér innan sparisjóðsins var samningurinn stöðvaður og nýr samningur gerður við hann í kjölfarið þar sem umdeild aukaákvæði fyrri samningsins voru felld burt. Kristján Gunnarsson vill að það komi fram að það hafi verið yfirsjón að skrifa upp á fyrri starfslokasamningin. Samningnum hafi verið kippt tilbaka eftir að athygli hans hafi verið vakin á innihaldi samningsins. Ég held sér nauðsynlegt að ríkisvaldið fari inn strax og rannsaki sparisjóðina. Það er nauðsynlegt að þessi menn hafi þá möguleika á að hreinsa nafn sitt og að sannleikur komið ljós. Því að það er nauðsynlegt fyrir alla aðila, sérstaklega þá sem eiga þarna og töpu fé sínu, lífeyri sínum, fái þá rétt fram í dagsljósið. Hvað þarna við gegst. Tæplega 50 milljóna króna skuld hjá syni sparisjóðsstjórans í Keflavík var afskrifuð rétt áður en ríkið tók sjóðinn yfir. Það voru 700 milljónir afskrifaðar hjá einkahlutafélagi sem var áður í hans eigu.
Og þá snúum okkur að öðrum. Sparisjóðurinn í Keflavík afskrifaði tæplega 50 milljóna króna skuld hjá Sigyn þáverandi sparisjóðsstjóra rétt áður en ríkið tók sjóðinn yfir. Það voru tæplega 700 milljónir króna afskrifaðar á sama tíma hjá einkahlutafélagi sem verið hafði í eigu sonarins. Sparisjóðurinn í Keflavík lánaði einkahlutafélaginu Fossvogshil tæpar 700 milljónir króna árið 2007 til að kaupa illseljanleg stofnfjárbréf sjóðsins í Sparisjóði Húnaþings og Stranda og Sparisjóði Vestfjarða til að koma í veg fyrir að bréfin þyntust út við samruna sjóðanna. Sverrir Geirmundsson, sonur Geirmundar Kristinssonar sparisjóðsstjóra í Keflavík, veitti Fossvogshil forstöðu og var skráður eigandi. Heimildir fréttastofu herma að fjármálagjörningurinn hafi verið til þess fallin að forða sparisjóðnum frá eignarýrnun sem hefði haft í för með sér að eigið fé sjóðsins hefði farið undir lögbundið eiginfjárhlutfall. Sparisjóðurinn ætlaði einkahlutafélaginu að selja bréfin nýjum eigendum síðar. Þann 18. júní í fyrra tilkynnti Sverrir ríkisskattstjóra úrsögn sína úr stjórn félagsins og að það væri að fullu komið í eigu sparisjóðsins í Keflavík sem var gjaldþrota tæpur 2 mánuðum fyrr. Skuld félagsins við sparisjóðin hefur verið afskrifuð sem á tæplega 50 milljóna króna persónuleg skuld Sverris Geirmundssonar við sparisjóðin. Heimildir fréttastofu herma að Geirmundur Kristinsson sparisjóðsstjóri hafi ákveðið afskriftirnar einungis nokkrum vikum áður en ríkið tók sjóðin yfir. Heimildir herma sömuleiðis að hvorki stjórn sparisjóðsins né lánanefnd hafi verið kunnugt umræddar afskriftir en fjármálaeftirliti skipaði tilsjónamann með sjóðnum í júní 2009. Frá þeim tíma voru afskriftirnar aldrei ræddar í stjórn sjóðsins. Fossvogshilur EHF í dag eignalaust félag í bókum sparisjóðsins.